Kvöld nokkurt, löngu fyrir daga flugvéla og bifreiða, kom Phileas Fogg óvenju snemma heim til sín. Þjónn hans, hann Passepartout, var að laga til í húsinu. Gott kvöld, herra Fogg, sagði hann. Ég hélt að þú værir í klúbbnum þínum. Pakkaðu náttfötum, 2 ullaskyrtum og 3 sokkum niður í tösku, sagði Phileas Fogg. Allt annað getum við keypt á leiðinni. Svo gekk hann að peningaskapnum, tók út úr honum seðlaknippi og setti þau í töskuna sem Passepartout færði honum. Er eitthvert ferðalag á döfinni? Spurði Passepartout. Einmitt, við ætlum í ferðalag umhverfis jörðina og það má ekki taka nema 80 daga. Hvað þá? Við ætlum í heimsreisu, sagði Fogg, og hafðu nú hraðan á. Lestin okkar fer eftir 10 mínútur og glemdi ekki að slökkva ljósið í forstofunni. Passepartout hélt að hann væri að dreyma. Ferðalag umhverfis jörðina á 80 dögum, það var algjört brjálæði. En Phileas Fogg var ekki brjálaður. Á brautastöðinni biðu nokkrir klúbbfélagar hans. Góða förð, kölluðu þeir til hans. Bon voyage, sjáumst eftir 80 daga. En innst inni voru þeir sannfærður að Fogg væri galinn og honum tækist þetta aldrei. Lestin lagði af stað. Ég gjörði þetta vegna veðmáls, sagði herra Fogg. Ef við komumst ekki umhverfis jörðina á 80 dögum, eignast mennirnir sem kvöddu mig svo vingjarnlega 20.000 pund. 20.000 pund, sagði Passepartout og blístraði. Það eru miklir peningar. Það er alega mín, sagði Fogg. Ef okkur mistekst verð ég snauður maður. Þá ljúkum við þess af á 70 dögum, sagði Passepartout. Hann var farin að hlakka til ferðarinnar, en þá datt honum annað í hug. Hamingjan hjálpi mér, sagði hann. Ég glemdi. Ekki þó töskunni með peningunum, sagði Fogg. Nei, stundi Passepartout. Svo slæmt er það ekki, en ég glemdi að slökkva ljósið í forstofunni. Nú logar það í 80 sólarhringa. Það verður okkur dýrt spaug. Phileas Fogg geispaði. Hafðu engar áhyggjur af því, sagði hann. Ég sé einfalt ráðið því. Ég dreg kostnaðinn frá laununum þínum. Þá gætur þín betur í framtíðinni. Góða nótt. Svo lagði hann aftur augun og brátt var hann farin að hljóta. Passepartout starði út í myrkrið. Það var alveg vonlaust fyrir hann að sofa. Nóttin leið og lestin nálgaðist óver. Passepartout gekk áhyggjufullur gólfið í klefanum. Hvað höfum við mikinn tíma? Spurði hann. Tíminn ætti að nægja, svaraði Fogg niður sokkin í ferðaáætlunina. Ef úrið mitt er rétt, komum við á brautastöðina nákvæmlega 14 mínútum áður en skipið leggur úr höfn. Við tökum vagn þangað, en það má engu muna. Við náum skipinu ef við verðum ekki fyrir neinum töfu. Já, ef, sagði Passepartout og leit út gluggann. Ég skil ekki af hverju þú efast að okkur takist þetta. Ég hef samið mjög nákvæma ferðaáætlun og hvor okkar tapar stórfé ef hún stenst ekki, þú eða ég. Allt í einu hrikti í lestinni. Það ískraði í hemlunum og Fogg hentist áfram í sætinu. Hvað í ósköpunum á þetta þýða? Spurði Fogg þegar hann hafði jafnað sig. Hvers vegna stönsum við hér í þessari auðn? Ég skal athuga það, sagði Passepartout og brá sér út úr vagninum. Úti var napurkuldi og niðamyrkur. Hvað kom fyrir? Spurði Passepartout lestastjóran. Hvers vegna getum við ekki haldið áfram? Það stendur kýr á teinunum, svaraði lestastjórinn. Ekki getur ætlast til að við ökum yfir hana. Í skini lestaljósana sá Passepartout hvar kýr stóð á teinunum og hún hafði greinilega ekki hyggju að færa sig. Herra Fogg var nú líka komin út og hann gekk fram fyrir lestina. Við verðum að ýta henni burt, sagði hann. Og nú lögðust þeir allir á eitt að ýta henni. En árangurslaust. Kýrin haggaðist ekki.
En skyndilega datt Passepartout snjallræði í hug. Hann hvarf út í myrkrið og kom aftur með tuggu af safamiklu grasi. Hann veifaði grasinu fyrir framan kúna og tókst þannig að lokka hana af teinunum. Nú var brautin greið og lestin hélt áfram ferð sinni. Hvað höfum við tapað miklum tíma? Spurði herra Fogg Passepartout. 10 mínútum. Þá höfum við mjög nauman tíma, sagði Fogg og sneri sér að lestastjóranum. Okkur liggur mikið á. Ég skal gefa þér 100 pund ef þú kemur okkur til Dover á réttum tíma. Lestastjórinn var ekki seinn á sér að þiggja boðið. Hann sett á fulla ferð. Gufuketillinn var að því kominn að springa og lestin brunaði áfram í myrkrinu. Og fyrr en varði höfðu þeir unnið upp tímatap sitt. Þeir komu til Dover nákvæmlega 14 mínútum áður en skipið átt að fara. Flýttu þér, náðu í leiguvagn, kallaði Fogg og þeir stigu úr lestina á brautastöðinni. En því miður var eini vagnin þegar upptekinn og ekillinn yppti bara öxlum mæðulega. Hleypið mönnunum inn, sagði farþeginn í vagninum. Ég hvort sem að fara niður á höfn, þið getið verið mér samferða. Farþeginn sem var mjósleginn maður opnaði vagndyrnar fyrir þá. Ferðalangarnir stigu inn og settust andspænis honum. Ég heiti Phileas Fogg og þetta þjónn minn, Passepartout. Gleður mig að kynnast ykkur, svaraði ókunnugi maðurinn. Ég heiti Fix. En þeim Fogg og Passepartout var auðvitað ókunnugt það að herra Fix var leynilögreglumaður og hann var að leita að hættulegum bankaræningum. Hann tók upp blað og bar myndirnar af bankaræningjunum saman við andlit ferðafélaga sinna. Og honum brá heldur betur í brún. Það lék engin vafi á því að þarna hafði hann fundið bankaræningjana. Fogg leit óþolinmóður á vasaúrið sitt. 2 mínútur til stefnu, sagði hann. En vagninn var nú kominn niður á höfn. Áður en Fix náða stöðvan, þaut Fogg út og kallaði. Flýttu þér, Passepartout, borgaðu vagnstjóranum. Svo hljóp hann upp landgöngubrúna. Þegar Passepartout tók peningan upp úr ferðartöskunni, trúði Fix varla eigin augum. Taskan var full af peningum. Hann þurfti ekki frekar í sönnunar við, þetta hlaut að vera ránsféð. En áður en Fix vannst tími til að hrópa Í nafni hennar hátignar tekið ykkur fasta, voru bæði Passepartout og húsbóndans komnir borðið í skipið. En Fix varð of seinn. Landgöngubrúni var kippt undan fótum hans og hann féll í sjóinn. Bíðið bara, sagði hann og saup hveljur. Mér tekst samt að ná ykkur. Hamingjunni sé lof, sagði Passepartout. Herra Fix greinilega syndur. Hann vafalaust í næsta skip, sagði herra Fogg og hafði ekki minnsta grun að það reyndist hann sannspár.